Komið sæl, í dag hefur verið austan og suðaustanátt á landinu og dálítil væta með köflum suðvestan til en víða bjartviðri norðan og austan til og á hádegi í dag það mátti sjá að það var lægðasvæði hér suðvestur af landinu og önnur lægð hér vestur af Bretlandseyjum en hæð fyrir norðan okkur og eins er hæði við Grænlandi og breytingin til morguns er svo að þessi lægð hér suðvestur af okkur fjarlægist og sameinast hinn í lægðinni og hæðirnar fyrir norðan okkur eflast heldur þannig að við verðum í tiltölulega rólegur vindi á morgun. Og á hitasviðinu er að sjá að það er tiltölulega hlýtt loft hjá okkur og hitinn komst í dag í tæp 22 stig í Fnjóskadal en hitinn fór niður undir frostmark þar síðastliðna nótt og á allmörgum stöðum norðan og norðaustanlands fór hitinn í 20 gráður. Og til morguns þá er ekki mikla breytingar að sjá, það verður áfram tiltölulega hlýtt loft yfir landinu og hlýjast á morgun verður inn til landsins. Og ef við skoðum hér hvernig vindur og úrkoma og skýjahula breytist frá því klukkan 18 í dag, þá hefur verið strekkingsvindur hér með suður og suðvestu ströndinni en hægari vindur annar staðar og gosmengun frá eldstöðinni á Reykjanesi fór beint í norðvestur átt. Og þegar líður á kvöldið og nóttina þá dregur heldur úr vindi við suðvestuströndina og eins má reikna með að verði víða hægviðri annar staðar á landinu. Og í fyrramálið verður staðan eitthvað þessu lík, fremur róleg, austlæg eða breytileg átt hjá okkur, skýja með köflum eða bjartviðri mest allt norðan og austanvert landið en gætu þó verið þokubakkar bæði með norðvestuströndinni og hér allra austast. En skýjað með köflum suðvestan og vestan til á landinu og yfirleitt þurrt. Og svo á morgun þá er gert ráð fyrir því að það haldi áfram að draga úr vindi, þannig að það verður hæg breytileg átt á landinu og seinnipartin á morgun snýst vindur í hæga vestanátt og má þá reikna með að gosefni eða gas gæti komið inn á mest allt suðvestanvert landið. En klukkan 18 á morgun verður staðan eitthvað á þessa vegu, hægviðri og fremur róleg breytileg átt á landinu og bjartviðri víðast hvar en gætu þó áfram verið þokubakkar bæði með norðvestur, norður og austurströndinni. Og hitinn yfir daginn verður svona frá 10 upp í 20 stig hlýjast inn til landsins. Og svo áfram á laugardag þá er gert ráð fyrir því að það verði fremur róleg breytileg átt hjá okkur og allvíða léttskýjað en eins og þessi mynd sýnir þá myndast dálítið úrkomusvæði hér og hvar inn til landsins þegar líður á laugardaginn og má búast við síðdegisskúrum víða sunnanvert landið. En miðjan dag á laugardag verður staðan þessu lík, hæg norðlæg eða breytileg átt, allvíða bjartviðri og fremur hlýtt víðast hvar á landinu en þó svalara með norður og austurströndinni þar sem þokan nær að koma að landi. Og svo á sunnudag er útlit fyrir norðlæga átt hjá okkur eða breytileg átt, skýjað að mestu leyti víðast hvar á landinu en þó úrkomu lítið að mestu leyti sunnan til en einhver dálítil væta með köflum norðvestan og norðan til á landinu. Og svo á mánudag 17. júní gera spár núna ráð fyrir því að það verði dálítil væta hér með köflum á suðurhluta landsins en annar staðar fremur róleg breytileg átt og skýja með köflum. Og hitatölur eru heldur lægri en núna helgina. Og á meginlandi Evrópu þá er að sjá að það er úrkoma hér og hvar, víða skúraveður á Bretlandseyjum og Norðurlöndunum en sólríkt og þurrt á Spáni og eins er gert ráð fyrir 35 stiga hita í Aþenu á morgun. Og á Kanaríeyjum er útlit fyrir sólríkt veður að mestu leyti, einhverjir skúrir þó af og til og í Norður Ameríku er gert ráð fyrir að verði hæðasvæði við vötnunum miklu en sólríkt hér söður við Mexíkóflóa. En hjá okkur er útlit fyrir hæga breytileg átt á morgun og fremur úrkomu lítið. Verið sæl.